Ég set þá fundi í bæjarstjórn, þetta er fundi númer 3488 og fyrir okkur liggur dagskrá í 5 liðum. Fyrsta mál á dagskrá er Hvannavellarreitur, deiliskipulag, til máls tekur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér er mál liður 3 í fundargerð skipulagsráðs dagsetið 27. janúar 2021. Lagt er fram bréf Skipulagsstofnunar dagsetið 21. janúar 2021 varðandi deiliskipulag Hvannavallarreitar. Kemur þar fram að skýra þurfi betur út atriði varðar íbúðir á svæðinu, bílakjallara og nýtingarhlutfall. Þá er jafnframt lögð fram endurskoðuð tillögu að deiliskipulagi þar sem komið er til móts við athugasemdir Skipulagsstofnunar. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að endurskoðuð tillaga að deiliskipulaginu með breytingum til þess að koma móts við bréf Skipulagsstofnunar verði samþykkt. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu og orðið er laust þennan liðin til næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ástæðan fyrir ég kem inn upp er bara því að við erum svo langt sem við höfum sést að ég þótti ástæða til að koma í pontu. Við höfum settið fyrir saman skjái, þurra skjái og þetta mál var akkúrat fyrir til umræðu hér að 1. desember hjá okkur fyrir fram á skjáin og þá voru nokkrir bæjarfulltrúar sem að tóku til máls og fögnuðu þessu skipulagi og ég ætla að leyfa mér að gera það hér að því ég tók nú ekki til máls á þeim fundi og fagna þessu skipulagi. Þetta er náttúrulega búið að vera þyrnir í augum okkar margra bæjarbúa, þetta svæði við Hvannavelli og nú sjáum við fram á uppbyggingu og ég ætla að ítreka það sem kom fram á þeim fundi líka að þakkir okkar bæjarstjórnar til Péturs Inga, sviðsstjóra skipulagssviðs sem hefur unnið mjög gott verk í þessu til að koma þessu saman. Þetta var flókið, það þurfti að stilla saman marga strengi þarna og hann gerði gott verk þarna, þannig að sérstök ástæða til að fagna þessu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu orðið er laust. Sem fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt þessa breytingartillögu gefið merki. Það er 11.